Dr. Fútbol Eilsar á föstudegi í vikulökum Dr. Fútbol Túborg 10. Þökkum auðvitað kærlega fyrir viðtökurnar sem að nýji heimabúningur Dr. Fútbol fekk í vikunni. Þessi glæsilegi búningur sem við hönnuðum með Adidas vinum okkar. Gunnar Birgisson og Keli á sínum stað. Vanalega þetta feitasti þátturinn á Íslandi. Aðeins meira léttmyndi núna með Kela hérna, löfléttan á kantinu. Já, þú tekur eftir þessu með mig líka. Þú ert að köttast líka, maður sér þetta allt saman. Það dýll í gangi, við þurfum báða gólskó fyrir sumarið. Senast, ef par kemur saman, og við megum alveg verið saman, það má ekki mismuna. Förum upp í Echo, kaupum gólskó og fáum hinn á 50% afslætti. Skilur mig, you feel me. Já. En verður maður að koma, þú veist, má maður ekki, taka par... Nei, við erum að mæta saman. Tjekkja þessu. Þetta er líka bara styrkjandi fyrir sambönd. Heldur betur, vinnasambönd og alvöru sambönd og annað slíkt. Kannski áður en ég fer inn í þetta allt saman, bara aðeins aðrar íþróttir. Kjartan Atli Kjartansson tók Njarðvíkinga og skólaði þá í gær og það er eina óvæntið sem við gerst í úrslitakeppninni körfubolta hingað til. Wow. Þetta var vel gert, það var mjög vel gert og bara hann var með yfir höndina allan fjóruleikluta og bara svona silt þetta sko. Heldur betur, allt hitt eftir bókinni. Já, þetta leit vel út fyrir Njarðvíkinga í þriðjuleikluta en þá mætti Kájóð og félagar í fjóruleikluta en ég meina það voru margir farnir að tala um það bara að Njarðvík getur mögulega bara unnið þetta. Já. Það er ekkert búið, það er nú bara einn leikur. Ég er að tala um bara að vinna titilinn, skilur, en það er mikið eftir, það er alveg rétt. Þetta verður áhugavert og þetta mér mikið rætt og ritað framtíð Kjartansarna í Álftanesi vitað að Keflvíkingar bíða klárir á kantinum og fylgjast með honum. Það voru útsendarar frá þeim veit ég að fylgjast með leiknum og hvernig hann dílaði við þetta og eins og einhver sagði 10 af 10. Já, okay. Fitnessport með Dr. Fútbol, fitness með hristi brúsan góða og alls konar nýjungar. Hvað keyptu þið síðast í fitnessport? Kreatínið. Ég er bara á kreatínela, ég er ekkert í ykkur öðru. Prótein stundum. Okay. Ég er bara innbyrða vel af próteini, svo ég þarf þess ekkert. Cream of rice. Cream of rice? Já, heitir þetta ekki það? Cream of rice. Ok, ég veit ekki hvað það er. Já, þetta er svona, þetta er svona fullkomin kolvetna uppspretta, eins og þetta heitir. Ég ætla að láta hins vegar fólk vita af Himalayan Shilajit sem er hrein orku sprengja og þetta tekur bara á mótnana og þú verður bara feskur. Þetta er hreinast og öflugasta form af þessu Shilajit sem er eitthvað dót sem er unnið upp í Himalaya. Hefur heyrt af þessu? Já, ég hef heyrt af þessu. Þetta var allir heyrt af þessu. Svo minn ég á það að þið farið til Gilsans fjárþjálfun, segja Dr. Fútbol að við sendi ykkur og þá fáið þið harðaprógrammið. Það er hægt að fara til hans fyrir, svo lítið sem 3.990 krónur á mánuði. Pældi ég að vera fitt fyrir 3 og 9 á mánuði. Það er ruglað. Það er algjörlega bilað. Hvað er hérna alheimsstraumurinn? Það er í kvöld og þá föstudagur alltaf þannig, maður panta sér Dominos, pítsutna þeirra og nýtur. Er þetta næst síðasti, eða ekki? Er þetta næst síðasti? Ég held það. Þetta sé næst síðasti komin hjá honum og svo bara hver er bestur Pete and Cheese, ég er hrifin af því sem er nánast eins og meat and cheese. Ég er hrifin af steindapítsu. Já, ok. Sleppa pítsa svo er bara gott sko. Það held ég, Tjekkland byrju á skoðun. Ert þú með license to check? Já, got a license to check. Naflinn að slá í gegni, ég auglýsingu fyrir Tjekkland byrju að skoðun. Skoðið bílinn og gera það fyrir börnin ykkar. Já. Herri, nú er bara til sölu 30 ára afmælisútgáfa af PlayStation í tölvutek. Eitt? Já, svona afmælisútgáfa, sérstök útgáfa af PlayStation hjá tölvutek, aldrei mig veg og þeir eru núna með páskafjör. Að þeir styttist í páska, þá ákvaður að hendi smá páskafjör. Það er 40% afsláttur af öllum leikjastólum og hér sitjum við í leikjastól. Þetta eru svakalega það, ég geti sofið í svona. Já, ég geti það alveg hæglega líka. Heyrðu, frábær mæting hjá Dr. Fútbol í Hjöpkvís í gær. Við skulum sjá, ég ætla að hafa mynd hérna, fljótustu leikmennina í enska boltanum. Það er Mikki Van de Ven. Ég er búin að krota yfir einn leikmenn í Manchester City sem er nummer 2, Brentford nummer 3, Brighton nummer 4 og Nottingham Forest sem er nummer 5. Þið bara segið mér hverjir þetta eru og hver er Manchester City maðurinn? Þetta er langa. Byrju, hver er City maður? Hver er City maður fyrir honum? Hvað segirðu? Jeremy Doku. Savinho. Brentford. Ég ætla að fara í það er eitthvað óendur þarna.
Ég ætla bara að fara í einfalda, Brian Mbeumo. Rétt. Þú mátt byrja núna, Gunni, Brighton. Hver hraði gæinn í Brighton? Var það Haf? Nei, það einhver... Já, nei, Viki van de Ven. Ég get ángriðis ekki... Brighton. Ég veit þetta held ég. Já. Mynde. Já. Nottingham Forest. Þar segi ég bara í langa. Hárið. Vel gert. 3 Hver á af City? 4. City. Mateus Núñez. Já, ok. Hann er raketa. Sobo Slæ hefur verið ofalega sem listum líka. Hann náttúrulega tekur út svo langa sprett og nær svo góðan top speed, sko. En það kemur út á vart. En þetta er staðan í þessu öllu saman. Já. Og alltaf gaman að kynna sér hraðan á leikmönnum. Ég þekki hraða greinlega. Við slum fara að poweranka með dynout.is. Kaupa gjafabrif. Ákveð ekki að fara á Dynout og kaupa gjafabrifið á uppáhaldsveitingastíðan þinn þar. Máttu velja hvert þú ferð. Svo getur þú notað saman gjafabrifið aftur. Ef þú ætlar bara að borða fyrir 25 skall, þá borgar með 50 skall en þú fær 25 tilbaka. Bara skannað inn. Algjör forréttindi. Þarna Gunnar Birgisson er maður margra hatta. Hann heldur með mjög mörgum liðum. Það heldur enginn með fleiri liðum og á morgun er leikur sem er honum mjög kær. Afturhalding Breiðablik, 2 lið sem hann heldur mikið með. Epic ætla að gera alveg sérstaklega episkan laugardag úr þessu hjá Gunnari. Gunni, topp 5 uppáhaldsliðin þín af öllum íþróttum allan heim, númer 5. Allan heim? Já, bara alls það, bara í heiminum, bara með þeir sem þú heldur mest með, það sem gleður þig mest og hefur valdið þér mestum vonbrigðum og mestu kátínu. Númer 5. Já, númer 5, þá ætla ég að taka svona mitt nýjasta lið. Það er Real Sociedad. Það er Real Sociedad, það eru baskarnir. menn, og ég get alveg viðurkennt þeir hafa kætt mig mikið á þessu tíma. Langt ég að fara á það? Ha? Langt ég að fara á það? Nei, það er ekki langt. Það var rosalegt þegar þú mættir hérna föstudaginn eftir að United kukkaði þá. Það varstu alveg... Þeir kukkuðu það náttúrulega ekki. Ég vil ekki að segja að 3. liðið hafi verið í aðalhlutverki það. Já, ok, númer 4. Herrið, númer 4, þar ætla ég að vera með... Hvernig, býtu afsakið. Ég ætla að vera með númer 4, ætla ég að vera með KR. KR... Það er einfallega vegna þess að ég þekki svo marga frábæra manneskjur úr Vesturbænum. Ég hélt nú að ég myndi nú aldrei segja þetta en það er einhver mystík og það er einhver magík yfir Vesturbænum og ég get alveg viðurkennt það. Já, hérna hér. Númer 3. Númer 3, það er... ég ætla að fá að breyta. Okay. Ég ætla að taka KR út, ég ætla að setja Arsenal, ég ætla að setja afturhaldingu inn í fjórða sæti. Já, í fótbolta. Já. Og ég ætla að setja í 3. sæti Breiðablik. Breiðablik í fótbolta nummer 3. Já. Í annars sæti ætla ég að setja Arsenal. Arsenal. Nei, jú, Arsenal, já. Arsenal í enska boltanum. Já, Arsenal í enska boltanum, já. Og nummer 1 fyrsta sæti Tindastóll. Í handbolta, körfubolta eða fótbolta? Körfubolta. Tindastóll í körfubolta. En afturhaldingi í blaki þú veist, það er svona, þú veist, ég hefði kannski þurft að skilgreina þetta meira eftir íþróttum. Ég miskildi það eins. Ég get alveg viðurkennt það. Ég held þetta væri bara fótbolti kannski. Nei. Okay. Þú varst með alveg á hreinu hvað þú settir í fyrsta sæti á körfubolta. Já, en það er þvert á íþróttir. Það er þvert á íþróttir. Ég er króksari bara, þú veist, til að dag, sko. Farið þann samt 14 ára. 15, já. Nendir ekki búa þar lengur. Ég hafði bara ekkert val, Hjörvar. Nendir ekki búa. Svo er þetta Nalararnir og Breiðablik afturhaldi. En hvernig get má vera afturhaldi hvernig komist ekki að í blækinu? Það er, þú veist, ég meina, eins og ég segi, ég held fyrst að þetta væri kannski bara fótbolti, en ef þetta er, þú veist... Hélst það aldrei, af því að þú settir Tindastól í körfubolta í fyrsta sæti, sko? Nei, ég setti Tindastól í fyrsta sæti. Ef þetta er afturhaldi í blak kvenna, þá er það nú svona tight at top. Við minnum á það að á morgun er Dog Zone. Þeir sem hér sitja að vera með ykkur á laugardegi. Við ætlum að hitta sérstaklega vel upp fyrir bestu deildina í fótbolta. Við ætlum að gera með Sony og fermingagjöfin. Hún fæst að sjálfsögðu í Sony. Fyrir ykkur sem er að horfa á okkur á YouTube, já þessi þáttur er á YouTube, þá getið séð aðeins núna upp á skjánum hvernig við ætlum að gera þetta. Við ætlum að fara ítarlega í öll liðin, skoða mögulega byrjunarlið í hvaða sætið þau verða, við munum spá og við munum hita rækilega upp fyrir þetta allt saman. Dog Zone með Sony tækin okkar öll sömul klár og þannig að það verður mikið fjör að
að hita upp fyrir þetta morgun. Það byrjar 10 mínútur í 2. Já, klukkan í Englandi hefur breyst og því erum við farnir klukkutíma framar á deginum. Þannig að þetta allt saman á morgun. Það vantar hann inn, þegar við erum að horfa á afturhaldingu, vantar inn Gunnar Bergmann, Hafsend, búinn að vera frábær fyrir afturhaldingu á síðustu tímabilum og það verður fróðlegt að sjá hver byrjar með Axel í Hafsend hjá afturhaldingu. Þetta verður Ríkharður Gröndal það er stöðuspyrir sá kongur. Hann er fram á þið. Þetta er geggja nafn. Ungur leikmaður, já. Við slum halda áfram. Já. Förum í aðrar fréttir og nú er þetta allt saman að byrja og þá byrjum við með Bíkó auðvitað sjáum alla fagmenn þar sem fagmennum er óhætt að versla. Drengir, þetta byrjar á morgun. Þetta byrjar annað kvöld á Gunnar Birgis slagnum sjálfum. Það er Breiðablik Afturelding. Sko, þú setti Breiðablik frá ofan Aftureldingu í talningunni en ég rétt á hana, ekki? Já, er þetta ekki já, ég kann bara mjög vel að mynda Breiðablik og mér hefur liðið vel þau ár sem ég hef vunnið þar sem þjálfari, sko. Já, þannig að þú ert svona aðeins meiri bliki en Aftureldingamaður. Ég pæli nú ekki mikið í þessu, sko. Ég vona bara báðu liðum vegni vel og öllum liðum, af því að ég er einn af þeim sem að Villu öllum vel. Já, ég vil öllum vel. En gætu þið sé eitthvað 6-0 Breiðablik í svona leik? Já, ég geti séð að þeir skora snemma. Ég Já. það er allavega. Þá geti þeir alveg alltaf yfir á, sko. Það getur alveg klálega að bröðu til begge vonana því að sko, það verður bara mjög flott að sjá hvernig Afturelding leggur hún að leika upp. Hvort það er ætli að sitja þess með þetta mögulega með 5-manna-línu. Ef svo er, þú veist, sem að ég líklega myndi gera í þessu fyrsta leik bara til þess að koma sér á þessu stað. Ef svo er að þá kannski náður að læsa eins og ef þetta er 0 eitthvað fram eftir hálfleik þá er þetta, þú veist, þá er þetta alltaf opið leikur en ég held bara, þú veist, að gæði blikana sérstaklega á vængjunum muni reynast Aftureldingu mjög erfitt. Við munum kynnast því núna hvort að Maggi.net sé skynsamur Thomas Frank mæti upp með Brentford og haldi sér við skipula og átti sér á hvað er mikilvægt í fótbolta eða hvort hann sé Russell Martin eða Vincent Kompany. Já. Við svona komumst mjög fljótt að því hvort hann er. En leikmennir sem hann hefur sótt eru samt af því tægi að hann hlýtur átt að segja að falla aðeins. Held svona, þú veist, ég tala við hann aðeins, mín samtölu við hann, þá hefur hann svona hann ætlar að reyna að fara einhverja millileið, en þú veist, hann vil halda í gildi sínu, hann er auðvitað búin að vera stefna að því að komast upp og spila þennan fótbolta og ætla að spila hann upp í 5 ár núna. En ég held að hann muni, þú veist, þegar hann þarf bara að fara í rest defense og leggjast tilbaka og svo framvegis, sko. En þess á milli, hann mun alltaf reyna að spila á boltanum, sko. Í nokkuð potur og því, sko. Já, ég held að, þú veist, það verður mjög gaman að sjá Aftureldingu með boltan, en ég er svona aðalega eins og ég segja að pæli hvað þeir gera án boltans, því að ég gerir nú alveg ráð fyrir því að possessioni hjá Breiðablik verði 60 eitthvað svoleiðis. Þetta er kannski svona stóri leikurinn helgina er líklega á mándaginn sem er leikur Stjörnunar og FH eftir að hittast hér áður en að sá leikur verður spilaður. Mikið af góðum leikum. K.A.K. er mjög áhugaverður leikur. Pjúrista leikurinn eins og ég höfðu að tala líka fram í. Já, það er pjúrista leikur. K.A.K. er á sama tíma á Manchester slagurinn. Já. Þá verð ég með öllu augu á Old Trafford. Það? Já. Til hvers? Það er til þess að hoppa upp á 13. sætinu eða? Nei, ég er hóeskundir. Það er eitthvað við Manchester slaginn sem að maður fer í einhverja stellingar og maður gleymir ekki deginum hans Diallo það var góður leikur. Ég hef alltaf áhyggjur af húsækubrósunum þegar þeir eru að spila og Manchester United sem að tíma til að það er ekkert verið en að tapa og mæta sinni klefa eftir leik og þá tapa United líka, sko. Þá hef ég áhyggjur af mínum mönnum, sko. Það er alls ekki að fara að gerast og þeir hljóta að eflast líka fyrst að þetta er þessi dagur, sko. Já, þetta ætti að efla þá heldur betur. Þú ert farin að rýmiksa svolítið á tökkun. Aðeins að rýmiksa, því að þetta er öðruvísi en inni. Já. Það eru breytingar, þær eru erfiðar þegar maður eru fullorðinn. En eina breytingunum sem ég hef náð að tinninga mér er áskriftin hjá Löðri. Nú er ég bara í áskrift, keyri á milli þvottastöðva og fer í 2-3 þvotta. Fór í fermingu daginn, konan sagði við mig, legðu langt í burti. Hún er líka af Suðurnesjunum og það er hefð fyrir að vera á hreinum bíl. Það er ekki að sjá okkur á þessu. Af því að sko, Suðurnesjamenn,
þeir líta á bíla sem velgengni. Það er bara, þú veist, þú verður að vera á flottum bíl og meðan að það er svona síður hérna meira á hjólum hérna eitthvað í Reykjavík og eitthvað slíkt en á Suðurnesjum alltaf vera á hreinu bíl, alltaf vera á flottum bíl. Þú svipað upp í Mosó. Það er líka ekki vera á almennilegum bílverk sem keyra brautina 3-4 viku, sko. Heldur betur á hreinu bíl hjá Löðri. Drengir, mér langar að hrósa þeim sem er að sjá auglýsingarnar fyrir bestildina. Frábært, sko. Og skemmtilegt. Já. Mjög vel gert bara og mjög vel skrifað líka, finnst mér. Skemmtilegi sketsar. Mér finnst líka bara góð tilbreyting, það er búið að vera þessar hörku auglýsingar núna á 2 röð, fara eitthvað nýtt. Já. Heldur hann að fara enn og aftur í auglýsingu, þetta er svona, þetta er auglýsingar fyrir leiki og í kringum leiki og deildinu og allt það, en þetta er svona sketsauglýsingar. Já. En svo væri náttúrulega gaman að þessu yrði kannski fyllt eftir á einn eða annan hátt, þú veist, það náttúrulega vantar töluvert upp á í kynningu á deildinni. Mér finnst þetta að hafa gert alveg fárunlega vel, sko. Ég veit nú að veikina ég held að sé, þetta er ekki eins og þetta 40 manna teimi eða sko, þetta er bara að gera frábæra hluti. Algjörlega, en ég held að við séum samt allir sammála að það er alveg klárlega sóknarfæri þarna. Ég pælti hefur einhvern veginn verið eitthvað rosalegur áhugi fyrir því. Ég hef skráð mér þetta fantasy það er bara því að þetta mjög oft, en ég hef aldrei fyllt því eftir. Nei, það er bara því að þetta er ekki nægilega vel framkvæmt. Nei, ég er ekki bara þannig þeim, ég er líka að tala í gamla dagi á .net strákunum, sko, bara sorry, sko, það var alveg vel gert. Ég get sagt þér að sko fantasy, þegar Divaf var með fantasy á sínum tíma, þá var það heldur betur stórt og sko ég og Stjáni vorum að jarða fantasy á Íslandi og hann fór þarna og ég taldi mig að því að ég var leikmaður og ég veit ekki verið að mæti að velunarfendingarnar þannig að hann mætti alltaf til Óskars Raps tók við öllum velunum, alltaf einhverja Reebok út í þetta og allt svona sko svo nær hann sér í kærustu eitthvað það eru 3 umferðir eftir allt fer til fjandast þegar kvöldi áður höfðu við alltaf hist hringt í menn hvað séu, Gylfi Einar spyrir hann ok, meiddur markmaður ok, við bara svona hafa bara setið og vorum með 2 lið á topnum vöskuðum sísonur en á þessum tíma þá var brjála passion fyrir hérna og þú kliftir út sendir inn skiptingarna þínar þú skiptir það þú bara skipta, ég ætla að skipta hérna út sendir ekki bara við sig bliftri og ég ætla að kaupa og svo er þetta bara sett í blað og bara þeir bara handpikkuðu komið ekki í blaðinu svona reglulega hverju voru toppnum félagskipta miði og svona þannig að fara kannski bara aftur í gamla skólan kannski ættum við bara að fara aftur í gamla skólan þegar þetta var algjört vesen en ógeðislega gaman Sigurvegari síðasta fantasís ás var ekki Anton Orri Sigurbjörnsson minni það að hann hafi unnið þetta í fyrra og hann kaftinaði Benóni Breka í síðustu umferð helvíti vel gert hann greinlega kann þetta game þetta er fantasy kannski bara einn þáttur af þessu en hérna en við verðum að hrósa þessu við erum að sjá einhvern veginn en auglýsingarnar hafa alltaf verið góður auglýsinginu fyrir að var mjög góð ég hafði nefnilega áhyggjur af því stefið hefur verið góð heldur betur og hérna tónlistin og allur pakki ég hafði spínu áhyggjur af að vera að byrja þetta mót ofan í úrslitakeppninni í körfubolta og úrslitakeppninni í handbolta en þær eru einhvern veginn í einhverju mýflugumynd í dag einhvern veginn umræðan lítill kannski breytist þetta fyrir úrslitur og annað slíkt það helst ég að reyna að halda þessu gangandi sérstaklega handboltinn en núna er boltinn að byrja Túborg tölum boltan og það er svolítið svona innleikið í þessu öllu saman Skulum sjá hvernig handboltinn byrjar og hérna Karvan stendur nú alltaf fyrir sínu Já, heldur úrslitin er frábær en svona, það er deyfð yfir henni Já mögulega verður það verður meira fyrir þegar ekki verður spennandi Naflin og Fannar Ólafs munu rífið upp sko ég hef engar ágjur að hún dettur inn þegar það fer að líða á þegar við fáum óvænt úrslitin Kjartan Atli er að hjálpa okkur við að kveiki þessar úrslitakeppni með því að spila fundamental basketball Já, hann tortímdi Njarðvíkingunum í gær var ekki þjálfarinn hjá Njarðvíkur með Dallas Mavericks derhúfu hann er með fullt af derhúfum sko hann er bara kongurinn, minn maður og býttu bara, við komum öðru 100 bráðum sko Kjartan tortímdi þeim Njarðvíkingum í gær tortímir áhyggjum fjölskyldunar þegar það kemur að slísum og annað slíkt þá sækja þetta fyrir ykkur F-áingar að tortíma áhyggjum sínum fyrir varnarleiknum komni með besta miðvörinn í íslensku deildinni fyrir 2 árum síðan Faka Já, ég bara við ekki hann var bara mjög góður og ógst bara þegar að lega tímabili og ég hugsaði bara sá þetta í gær ég hef verið til í hann að gæja blika sko ég við ekki neðan
ég var bara búin að gleyma honum sko. Og hann hefur reyndar eina sem ég svona neikvætt sé við hann sem ég skoðaði Sokkervegi í gær og svona hann hefur ekki mikið spilað sinna hann í HK sko. Þetta voru einhverju örfáa leikir í fyrra í AEK sem hörkulið sko. Þetta killer sko. En hann hefur spilað eitthvað með landsliðinu líka Sýrlandi að segja. Já, heldur betur. Já, ég held að hann með til dæmis Viktor Erni hefði verið bara frábært teymi sko. Þetta er svolítið tímapunkturinn þar sem er gott að sækja leikmenn úr þessum skandinavísku deildum eins og okkur hefur við tíðrættum. Þannig að þetta er klálega, ég meina þetta er bara staða sem að FH-ingar þurftu að fá mann í og Faka bara þekkir íslenska boltan sem er alltaf kostur. Sem er heldur betur kostur. Breytir líka miklu, núna getur Böddi farið í vinstri bakvörð. Gretar kemur inn með honum og hann er mjög ólíkur Gretar þessi gæði, hann er aggressífur og snöggur og Gretar getur kannski meira svona einblítt á sína kosti sko. Ég held að þetta bara frábært pikki á FH en lándi 31. júlí það er svona framlengir hann eða hvað skilur þú? Maður veit það aldrei hvað Fakka gerir. Nei. Það er nú kannski svona bæði kosturinn og gallin við hann. Já. Hann er útreiknulegur. Það er heldur betur þannig. Hann var svolítið heitur, þú veist, hann harður. Já, harður. Mjög harður. Ég vona að setja ekki viðkomur, hann er mjög harður sko. Ég ná ágjörði, þannig að þú ert kannski ekki mikið að fara á Kaplakrika-völlinn, þannig að harðarinn gengur að gerist. Veist hvað ég er alveg. Heldur betur. Já, við vorum nú að tala með FH, þeir auglýsa Auði. Auður, þú getur byrjað að spara strax með þeim. Drengir, ég ætla bara að fá þetta frá okkur hérna hrátt. Hvaða liðið endar í fyrsta seti? Hver eru Íslandsmeistarar? Breiðablik. Já, samlagi. Ætlaði þá að syngja lagið ykkar? Blikar. Það er okkar lag. Nei, það er ekki Íslandsmeistarar. Já, Íslandsmeistarar. Það er ekki Valur sem átti þetta. Já, mér finnst Valsarnir vera sterkastir í. Munið þeirra, var það ekki hvort það Jón Kári Eldon eða Danni Óla sem að settu hérna. Það var þegar þið tóku sjalalala. Já, það var sjalalala. Ó, Valsarar. Það er eitt besta tvít í sögum mannkísugunar sko. Já, en þið aldrei báðir að Breiðablik vinna þetta og þetta verður þetta auðvelt. Nei, þetta verður bara hörku inn við Víking aftur. Sagat ykkur verður þetta bara easy. Nei. Já, þú ert að reyna að búa til hann já. En nei, það verður ekki hann. Þetta verður bara hörku inn við Víking. Ekkert annað lið sem á séns. Nei, þú veist, þetta er annarkvort Breiðablik að Víkingur. Ég ætla bara að segja Breiðablik því ég er bara góð tilfinningu eftir hann að káa-leik og líst vel á þetta sko. Ég held að Valur verði þarna. Já, ég er ekki þar. Ég held að Valur verði þarna. Ég meina, það má ekki gleyma því að þeir tapa bara einum leik á undirbúningstímabilinu sko. Vísu tapa honum illa og kannski ekki samfærandi á móti IR, rétt merja Fylki en vinna samt þessa leiki. En ég meina, þú veist, þeir eru það lið með hvað best undirbúningstímabil, þú veist, þannig. En undirbúningstímabil er það ekki bara... Já, ég meina, það er eina sem við höfum. Víkingur eru líka með undirbúningstímabil. Þeir eru með Panathinaikos og bara eitthvað ægileiki. Það er það sem ég hef smá ágjur af fyrir hönd Víkinga, að mögulega er upp takturinn, þeir verða mögulega en það sem að hjálpar þeim er að þeir fá náttúrulega mjög auðvelt prógram til að byrja með. Já, margir ágjum að blikum í fyrir undirbúningstímabili, það einhvern veginn sínvirkaði. Komið gott. Hvaða tölur falla? Það verða IBVF og ég ætla bara að fara í vestra sko. Ég hef reynd að vera eitthvað sniður í einhverjum uppgjörstáttum sem ég hef verið með á íþróttavikunni og fleira. Ég fór ekkert í FH en það er heldur bara bullshit í mér. Ég hallast frekar á að káa sko. Hvað er þú með Gunni Birgis? Ég með sama. Þorlákur Árnason þekkir þessa deild. Er hann ekki alltaf að fara að halda þessu eiginlega? Hann er með Oliver. Hann er með Ómar Só. Þjálfaði hann ekki síðast í 2002 eða eitthvað? Nei, 2000 og svona... Fylkir? 6. Já, 6, ok. Það er ekki Sigvar að koma frá sjónasvið. Nei, 2005, kannski 4, já. Ok. En hann er bara með ekkert spes vörn að mínum að því. Það er svona, hann er með hörku sónalínu og ég held að þeir getur hrikalega skemmtilegir eða þeir vera mjög direkt og bara verða svolítið í heimaboltanum og setja hann langan fram og aftur fyrir og svo fram með sko. En vörnin ég er mjög smigur verið þeirra hönd með varnarleikin sko. Mér finnst þetta bara ágætis liða á blaði og ég meina að þetta eru Vestmannaeyjar. Jóhann Mitrovic og markmaðurinn þurfa að vera rosalegir og Milan Tómis jafnir líka því að þú veist Arnór Ingi Sigur Arnar bara fínir leikmenn en ekkert meira það sko. Þetta er alveg spennandi miðja og Oliver og Ómar Só þurfa að skora, þú veist, hvorum sé einhver 8-10 mörk myndi maður halda og ég er svo sem, ég sé þetta lið ekki halda sér. Það yrði þá allavega, þú veist, fyrir mér væri það bara mjög stórt afrek. Mér finnst þetta lýra að leiðinni fyrir á. Menn hafa nú oft gert þessi mistök að vann með okkur eigamenn og það hefur...
Það langt síðan þú komst til Vestmannaeyja. Jú, til síðast bara, hérna fór. Nei, Og þá fær hann greitt fyrir það, sko. maður nú reglulega í eyjunum sínum. Eins og ég kalla þetta heima-ey. Ég kalla þetta Vestmannaeyjar, ég kalla þetta heima-ey. Já. Þannig bara þannig. Já, ég hlakka til að sjá hvort að eyjamenn get ekki bjarga sér. Já, við sjáum til hvort að þeir komi ekki þessum svokölluðu sérfræðingum á óvart. Já. En ég meina, sko, mér finnst til dæmis vestarliðið, það töluvert betur mannað heldur en íbjöð það er bara margir að það. Ég get ekki sagt þannig að vestri, ég þekki þetta lið svo illa. Nei. Anton Kræl, Diego Montiel, ég hef heyrt þessu báðir hrikalega öflugir. Sama með Gráberg, hann svona öðruvísi típa, stór og sterkur. Og Daði, ég hef mjög mikla trú á Daða. Og svo sáum við líka bróðir Patrik Pedersen kom inn í fyrra, hann var bara góður. Jeppi, hann er ennþá. Guy Smith kom inn í ramman, hann var náttúrulega frábær seinni hluta móts í fyrra. Já, það er neðri hlutan. Í neðri hlutanum, sem hann er komin í aftur og hann er þar núna, eða þú veist, hann verður þar núna. Já, sann að segja, það er svolítið hans level, sko. Heldur betur. Þannig séð, er þessi hópur eitthvað mikið verri heldur en afturhaldingarhópur? Nei, ég held bara momentið sé með afturhaldingu. Schubert. Já, ég sammála því. Schubert á bekknum að það. Þetta hljómar eins og eitthvað gott tónskáld. Benjamin Schubert. Fyrir okkur pjúristana. Ég ætlum aðeins að yfirgefa Ísland og fara til útlanda því að Katt eru með okkur og Klettur. Nú er komin tími til að skipta dekkin, fara yfir á sumardekkin og aðeins að kýtla pinnan. Eins og Gunnar Birgisson þekkir, kýtla pinnan eins og þessi kallar þetta. Klettur og Dóttarfútból og ESPN voru að taka saman bestu 20 leikmenn í heimi undir 21 árs. Og ef ég fer í topp 5 með ykkur, þá João Neves, leikmaður Paris Saint-Germain, nummer 5. Nummer 4 er Pau Cubarsí, leikmaður Barcelona. Nummer 3, og kannski óvænt hann sé ekki óvar, er Jude Bellingham, eða eins og Gunnar Birgisson kallar hann Hey Jude. Nummer 2 er Florian Wirtz, leikmaður Leverkusen og besti ungi leikmaður í heimi undir 21 árs er Lamine Yamal. Já, það er bara hárrétt. Ég er bara sammála þessu lista. Já. Engi sem dettur sem á eitthvað augljóslega að vera þarna, sko. Sjáu hvað blaðamenn alltaf harði við þá sem er í enska boltanum. Þeir eru undir svo miklu spotlighti að þeir fái bara ekki að vera með eins og í efstu 25. Ég hefði mögulega verið með sko skellilitla. Nei. Þeir hafa verið svo stutt. Hvað er Kobi? Kobi Mainu? Er hann annað? Já, hann er þarna í... Já. Hann var að byrja úrslitaleikin í Evrópukeppni bara daginn, sko, hann er 15. seti. 15. Þannig að það er bara svo Pablo Barrios fyrir ofan hann. Hann er góður, hann er mjög góður. Hann er líka að spila í mestraraldinni, hann er Kobi. Svo er, nei, hann er löngu dóttir út. Já, hann var að spila þar. Já, hann er löngu dóttir út. John Duran er í 13. seti. Já, ég bara fatta en daginn hvað hann er ógeðslega ungur, sko. Hann afsalaði sér því. Það farið til sátti. Hann kemur. Það væri gaman að sjá Wirtz. Hann er að fylla á bókan. Það væri gaman að sjá Wirtz í öðru liði. Það væri gaman að sjá hann í Arsenal. Öðru liði. Og þá helst ekki í Bayern München. Það væri gaman að sjá hann bara einhverstaðar annars staðar. Bara í Barca eða eitthvað. Og let him cook. Já. Og hvað ætlar þú að kukka helgina? Lambalæri sniður eða ekki? Þurrkryddaðar? Jú, frekar naut. Jú, það er ekki lambið. Ég ætla bara í pullunar. Já, kjartanfæðis, pulsurnar. Bara afturöld í fyrsta leik, ég vill ekki fara í eitthvað fancy, skilur bara pullur, þetta verður bara easy. Já, en ég mæli samt með heiðarlambinu. Það er aðeins dýrara frá kjartanfæði. Af því að þarna erum við með skrokka sem er búin að vera upp á heiði. Skoðum þetta. En hvernig grillar þú heiðarlambið? Setur það í álpappi bara og lætum alla? Ég geri það, já. Bara 9 morguninn, bara oppi grill og lyktininn. Lyktininn. Deildin byrjar eins og ég segja á morgun. Ég er ekkert eðlilega spenntur. Ég er svakalega spenntur. Ég man bara ekki eftir að hafa verið svona spenntur. Er það ekki út af því að enska deildin er eiginlega búin? Eiginlega? Hún er búin, skilur, ég bara meina allstaðar. Það skil ég ekki okkur í Hjörvar að bara horfa á leik. Ég teki KR fram yfir bara... Hann verður í Thompson spjaldtölunum minni. Já. Ég er farin að, ég býi við þeim hæfileika og kosti að vera með það lítið sjónvarp heima. Það skiptir hún ekki máli hvort að ég tek leikina í sjónvarpinu eða iPadinum. Þannig að ég verð með annarkot
á einu stanum og hinn í sjónvarpinu. Hver eru markaðastur? Komum með það fyrir mig. Patrik Pedersen, Patrik Pedersen segir það er auðvitað svarið, ég ætla að reyna að vera eitthvað frumlegri. Ég ætla bara í Tobias Thompson. TT Boy? Já, ég held að hann minni ræðin. Sér þú verið TT Boy gera eitthvað? Ekki markaðist hann, en... Ég held að hann hefði bara svo góða kantmenn til yfir. Sko, ég ætla ekki að útiloka Valdimar Þór Ingimundarsson. Já? Ég ætla ekki að útiloka hann. Ég held að verði ómikið rótering á senterinum í Víking. Þetta verður Atli, þetta verður Nikola og Valdimar. Valdimar eru eitthvað út á kanti að miðju. Veitu hvað ég segi að verði markaðastur? Veitu hvað ég segi? Já, gott með það. Gylfi Sig. Já, hvað heldur hann hendi bara í 20? Ég held að hann skora alveg svona 17 mark í ár. Já. Þú veist, það er ekkert eitthvað heimskulegt, sko, að segja það. Alls ekki. Takk fyrir það. Ef þú taka bet. Cheeky bet. Hvað? Ég veit ekki alveg, það er bjánulegt að ég segja að hann verði ekki markaðistur. Já, en það er enginn að spána markaðistum. Nei, ég veit það. Já. Ég hef ekki heilt neitt gera það. Hann er sjötti líklegastur. Ef að taka eitthvað svona... Cheeky bet, eða? Já, fyrir ofan neðan eitthvað. Já, við gerum það bara kannski bara í... Sónunu? Gera það í sónunum. Gera það í sónunum. Hugsaði eitthvað vett. Ef ekki að tippa á þessu leikistráðan. Matsatags með Dóttor fútból. Matsatags fótboltamynda vissulega ekki í bestu deildinni. Þið eru báði með spjöld frá Matsatags. Þið megi henda þeim á jörðina og segja áhugi 0 og fáið þar 3 stig hárrétt úrslit. 3 stig fyrir hárrétt úrslit, 1 stig fyrir rétt tákn. Og við skulum kíkja á þessa leiki. Gunni Birgis byrjar að tippa og svo fáum við Killa. Breiðablik afturhelding. Ég ætla að segja 3-2 Breiðablik. Ég ætla að segja 2-0 Breiðablik bara. Ég ætla að segja 4-0 Breiðablik. Nú, Valur Vestri. 4-0 Valur. Nú, hósta mín og ekki... Já, ég er ekki þar. Ég er bara 2-1 Valur. Nei, ég hló ekki þínu. Ég hugsaði bara... Ég held að vera hark. KR. Þínir menn á norðan og KR. Já. Þetta er 2-2. 1-3. 1-3 segir hann. Fram Skæn. Shit, þetta er leikur. Já, þetta er enda leikur, sko. Það er áhugi 0. Áhugi 0. Kortið hjá mér. Rikka Jóns slagurinn. Já, takk að líka. Nei. Má ég það ekki? Jú, þú mátt það bara. Báðir hendi áhugi 0 á þeim leik. En þennan leikur Framar að fara að vinna. 1-0. Víkingur IBVF. 5-1. 5-1. 5-0. 5-0 segja þér. Og svo Stjarnan FH. Þessi er líka snúinn maður. Þessi er svakalega snúinn. Veigar Páll slagurinn. Já, sem fræði. Ég ætla að segja 1-1. Ég ætla í 3-2 Stjarnan. Það eru markaleikur og lokaleikur. Ég sé þetta sem markaleik, það þýðir eiginlega alltaf að þetta sé ekki markaleik. Under the lights og þetta verður bullandi veisla, sko. Það held ég nú. Þannig að þetta er... Hvað segir þú með Stjarnan FH? Þetta er Stjarnan. Já. Þó að... Þeir hafa bara ekki verið nægilega samfærdi. Nei. Töpuðu fyrir Vestra í hérna Þeir æfingarleiknum. berja sig saman í faxaflóðaslag. Já, fá silfuskeina með sér og heimavelli og þetta verður... Herðu, Alfred Jóhansson hjá Rosenborg er farin að sækja í kokkabækurnar hjá Jólannu því að hann er farin að loka hjá sér æfingum og það má ekki kíkja á æfingar hjá Rosenborg dagana fyrir leik. Og það er bara... Já, eða ekki. Nei. Herri, þá mikið að vera... Það hafa stundu verið opnar. Ok, það er áhugavert. En strákar, það var allt að vera vitlaust í bikarnum í vikunni. Dagur Orri Garðarsson spila sinn fyrsta leik fyrir HK. Strákur fættu hvað? 2005? Nei, 5. 2005. Já. Með þrennu á fyrstu 80 mínútur. Hvað er þetta að segja? Hvað eru Kópavogsbúar eiginlega að fara að horfa? Nei, ég er að fá bara hörkuleikmann. Það er samkvæmt því sem ég er í. Ég ætla ekki að segja að ég sé hann, sko. En ég hef bara heyrt að þetta sé bara Sibbi típu pabbi sinn, bara alvöru gólskorer, sko. Já, pappa sagði þetta Garðar Jóhannsson sem að, reyndum að spila fyrir AK en hann fekk aldrei símtalið. Nei, veist, hvað rugl erum við að fara í gegnum það? Hann er mjög góður. Ég mann eftir hann um yngreflokkunum og þetta er bara... Jú, hann á alveg að geta klukkað sín 12-15 mörk í... Sonur pappasins, Hector Bergman, það þarf eitthvað lið að fara að sækja hann.
Það sonur Garðar Bergmann. Hann ennþá upp á Skaga? Hann ennþá í Kára, maður bara alltaf í úrslitum með Kára, bara 6-1, hann með 4. Hann held ég alltaf góð til að vera þarna. Já, það er áhugavert, en þetta var eitthvað annað í byggarnum sem svona vakti ykkar athygli? Þessi draumabyrjun Hemma Hreiðars? Bara Völsungur á móti Herði Snævari og hans mönnum í Dalvík Reyni. Og svo var... Dalvík Reyni hefur verið í erfiðleikum með að skora, en þeir fara á Húsavík. Setja 2. Klína 2 í smettið á Húsvíkingum. Svo var reyndar náttúrulega Sigurður Bondes og komið þar inn á, skoraði á móti KH. Það sem að Magni Kormákur Kvöt, þar var vítaspyrna á 89. mínútu. Hún var áhugaverð allavega. Hverju fengu vítið? Magnamenn fengu vítið, skoruðu úr henni. Kormákur Kvöt var á leiðinni áfram. Þeir fá víti, skora og vinna síðan leikinn. Þannig að hausinu farið hjá Skagfirðingunum og Húnvetningunum. Það var nokkuð með þannig. Kormákur Kvöt, nei það er bara Húnvetningar. En sáuðu þið hvað Arnarsson Geirsson gerði? Bond inn á skiptingu. Ég farin út af. Og Bond skoraði. Hann vissi alveg hvað hann var að gera þetta. Hann slétt skipta sér út af leið og Bond kom inn á. Þórsararnir síðan Magnamenn 7-0 og Haukar sem náttúrulega svona eins og Kelið þú stundir sagt svona hálfgerður brandaraklúbbur. Haukarnir. Í fótbolta, já. Þeir verða stórveldi eftir nokkur ár. Stórveldi. Þeim leik var hætt á 40.50 mínútur. Já, þetta er þessi leikur sem hún fór. Þrumurældingar. Á meðan þá að vera að spila á Kópavogsvelli. En Haukarnir voru að víja húsið sitt. Siggi Búllis var að segja mér þetta. Þeir ætla að vera með svona opnunarleik. Svona fyrsti leikurinn einhvern veginn að slátur einhverju liði, fengu IH. Og IH menn mættu bara 6 mínútur fyrir leik og tók hennar Síko og Ölsen. Og inn á völl, fór 1-1. Siggi Búllis er búin að vera að tala þetta var non-stop, þetta var rosalegt. Allir Hafgils mætti með brýnd að taka. En nú er að fara Þetta er svakalegt. Nú er að fara í gang skemmtilega leikir og Nennur að grenja þess meir yfir sem þrum og eldingum á sundaginn. Já, mér fannst þetta faralegt. Segir maður sem fyrir alltaf inn þegar það eru þrumur og eldingar. Nennur að grenja þess meir yfir það. Svo var þetta, þeir náttúrulega vinna 11 sinni í gær, 3-1. Kræmór. Ég, eins og sé, bara nákvæmlega svo þú sagðir þetta að ég er tilbúin, þú veist, I fuck with everything, sko, en ekki þrum og eldingum. Það er nú bara þannig. Já, djúvel getur þú grenja maður. En það eru skemmtilegi leikir í byggandu framöndan. Káfa Fylkir og Kári Árbær, Reyni Sandgerði Grindavík, það er Suðurnesjaslagur. Kári Árbær, það verður sentimental fyrir BB. IH Selfoss, bondarinn að return á Selfoss. Mínir menn í Kólus þegar þið var svona mikið niður fyrir í þessu eldingamáli. Já. þá var það páskabolta. Já, takk. Páskabolti, páskaækin frá Sambó. Hann er þarna. Hann er þarna í? Já, þetta er Róni. Já, þetta er alveg maður, hann opnar þetta bara strax. Byrjar örugglega jafnla á þessu ári, við vitum af. Eigum við að skalla eitt svona eftir? Já, ég var til að sjá þið taka útsparkið. Á ég taka útspark á eftir? Pöntunum eitthvað yfir miðbæinn? Já. Það er komin helgi, það er komin Volt helgi, pöntum bara. Já, pöntum og njótum lífsins alltaf 30% afsláttur og ég skora á alla. Ég skora á alla að nota Volt Plus, vera áskrifandi 0 krónur í heimsendingargjöld með Volt Plus á þínu svæði. Það held ég eitt leikur í enska boltanum í gær. Chelsea Tottenham 1-0. Það sem að Enzo Fernandes gerði sigurmark Chelsea, mikilvægt í baráttunni meistaradeildarsæti. Þar er spennan í dag í boltanum og Chelsea konur í 4. sæti. Þarna aðeins fyrir neðan Nottingham Forest, Arsenal og Liverpool, þau eru svona 3 náttúrulega örugg bara í meistaradeildina, en svo verða að berjast þessi 2 sæti. Var eitthvað í þessum leiki í gær? Nei, bara mér þetta mark sem að Tottenham skora alveg með að vera mark sko. Ég er þar allavega. Þú ert svona gamla á skólanum með smá tæklingar? Já, smá bara. Þú veist, ég er þar. Það má lega smá tæklingar sko. Kannski ekki tæklinguna sem að James Tarkowski tók. Já, ég var að ræða þetta. Já, ég ætlaði að bíða bara eftir. Ég nefndi ekki. Við unnum. Já, því ég vissi að Top of the league. Þetta kæmi líka. Top of the league. Já, heldur betur. Heldur betur top of the league maður.
Ég heyrði ansi áhugaverða umræðu í gær á Talksport þar sem að Aston Villa stuðningsmenn vilja ekki fá Marcus Rashford, Manchester United stuðningsmenn vilja ekki fá hann tilbaka. Strákar, hvað verður Marcus Rashford eftir þetta tímabil? Aston Villa stuðningsmenn, ég meina vil ekki Emery lítur að vilja hann, skilur við? Þeir vilja ekki lokka allan pening, þú veist, fólk farin að átta sig á PSR-reglunum. Já. Þú veist, það vill enginn læsa allt þetta kass í honum. Var þetta faglega umfjöllunum? Já, var þetta bara stuðningsmenn í bjór? Nei, þetta, þú veist sko taka stóran hluta budgetuninu og taka Já, ég átta mig á því. En hann ekki alveg þess virði? Ég meina, hann það almennilega í gang, þá ég klar. Eitt mark í prem. Já, sett hann ekki, hvað hann búin að setja bara í þessari viku? Settir ekki 3 í þessari viku? 2 í... Já, og svo móti B-deildinni Preston North End. Þeir eru nú lenda bara mjög flottir í þeim leik. Já, við erum samt að sjá hann vaxandi og ég meina hann endar tímabili á hæ og þú veist, segjum að gerist bara eitthvað ótrúlegt í þessu meðsaraldæmi. Já, þá tekur hann allan daginn. Ok, Villa stuðningsmenn vilja ekki fá hann, United stuðningsmenn vilja ekki taka hann. Hvað næst? Gætum við séð Mikel Arteta hugsa með sig, heyrðu, kannski eitthvað sem að því við hreyfumst ekki úr þessu öðru sæti kannski þar í smá disruptor inn í hópin. Já, ég sagði kannski frekar svona kaldari gæja í félagskiptum vera Chelsea. Já. Þú veist, hann Bóli svolítið harður. Nei. Ég sagði hann frekar bara Stamford Bridge. Ég myndi taka hann inn að heartbeat. Alveg inn að heartbeat. Þá hann taki svona stóran hluta budgetur. Já, eins og ég myndi taka hann, en ég veit að það ekki fara að gerast þannig að það óþarf að ræða, held ég. Ég held að Arsenal sé að horfa í aðra ráttir og þá kannski Viktor Gyökeres einna helst og ekki búið að rúla út að Alessandro Isak heldur. En ég meina, ok, ef við tölum bara alveg, þú veist, og ef við höldum okkur við faglegheitin. Eins og þú gerir alltaf, já. Sko, þú þarft ekki annað en heldur bara að skoða average ratings, horfa á leikina til að sjá það að Marcus Rashford hefur verið nokkuð ferskur blærinn í þetta Aston Villa lið. Það er alltaf að tala eins og Aston Villa sé svona, þú veist, svolítið attacking minded og vilja sækja og eitthvað svona. Þeir eru samt með -1 í markatölu, sko. Þeir eru bara búin að skora 44 mörk. Það er minna heldur en öll toppliðin, alveg töluvert minna heldur en öll toppliðin. Það kom hann að tímabili, ég meina Arsenal er ekki búið að vera með center í háa herrans tíð. Þeir eru samt með 11 mörkum meira í deildinni, sko. En þetta er líka eina liði sem er í 3 keppnum þegar við erum farin í apríl. Það er hárrétt. Jú. Meistaradeildinni, byggkeppni og segir það ekki að þeir eru hóp? Já, ég er að segja bara það. Bara þeir alltaf haldið þessu áfram að gera þetta næsta ári og næsta ári? Já, þeir eru kannski fórnarna begins velgengni að, þú veist, þeir hafa þurft að setja mikið púður í Evrópu. Já. En fyrir hvað? Þú veist, ég meina... Fyrir hvað? Fyrir það að vera konur í áttalúslir í Það er að segja, ok, ef við horfum svona kannski kalt í þetta, þá vinna þeir hana líklega ekki. Þeir ekki samt, myndur þú segja, hvort myndur þú segja að vera líklega til að vera meistaradeildina? Ef þú klárar þessa setningu eins og ég held að þú sért að fara að klára hana, þá bilast ég geng út ángríns, ekki klára hana. En áhverju ætti... Ekki segja þetta. Ekki segja þetta. Hvenær vann Arsenal síðast? Það skiptir engum máli. Nei, þekking, hún skiptir mig svo miklu máli. Því ég er alltaf að reyna að faglegur. Hvenær var það? Það hefur verið tapmóti bæinn, það hefur tapmóti Barcelona, tapmóti þessum... Já, þetta eru 2 generational góð lið, sko. Já, ok, og nú er Real Madrid. Af hverju ætti einhver að trúa því að Arsenal getur unnið Real Madrid? Segi bara eins og Gummi Ben síðust þetta af hverju? Eigum við ekki kannski bara að skoða optagögn? Eigum við ekki að skoða meðsli? Eigum við ekki að skoða optagögn? En Gabriel er farin. Og ég ætla að grípa inn í, ég hef ekki trúið að Arsenal vinni. Er ekki búið að vaska þessu? Ég hef alls enga trú á að Aston Villa í sens í PSG. Ég held að það veri bara eitthvað PSG er búin að missa Messi, Sergio Ramos. Hvernig var umræðan í kringu Liverpool? Þeir voru miklu betri. Liverpool er langbesta lið í Premier League, sko. Kylian Mbappé. Já, þú ert núna eftir einhvern veginn að snúa þeirri í hafn. Þeir eru allir sama. Ég er búin að segja það. Þetta er alveg slakasta PSG-lið á pappír sem við séð. Já, pappír. En er það ekki lið sem þú setur hann á völlin? Lið sem nær saman einhvern veginn. Þetta er besta PSG-lið sem ég sé í mestraraldinni, fyrir utan kannski þeir voru í þarna COVID-dæminu. Þeir voru í 20. sætið eða eitthvað? Það skiptir engu máli. Hvar voru Real Madrid? Já, sem að þú ert að tala um að fara, þú stertið ekki með þá líklegasta. Núna? Já. Barcelona? Já, Barcelona. Það er bara faglegt maður. Já, ég veit ekki með vörnina að þeim er að líður á móti stærstu liðunum. Já, ég held að ef að Arsenal mátti missa einhverja stöðu út, þá myndi ég halda að það sé hafstast að hann. Og hann náttúrulega ekki fættur í fyrstu leikatriðum. Jú, hann er það. En
það styttist nú í Ben White og Júrian Timber og það ætti nú að vera hægt að leysa þetta. Ég vona nú að þetta verði ekki á herðum Jakob Kivior þó að hann sé frábær. Það hann ekki bara sína hann sjálfur að Hassendis í kalla fyrir gæi. En eins og Jú, en hann bara meiddur. Er hægt að kalla hann verður örugglega heitt fyrir. En væri hægt að kalla í Rob Holding? Nei, Guðanabænum ekki gera það. Þannig að ef við ekki að tippa á þetta. Ef við ekki tippa á þetta strákunir. Er það ekki bara? Við tippa á þessu leiki í deildinni núna. Þú heldur ekki, sko, nú hættu þessu bulli núna. Þú heldur ekki Aston Villa og Arsenal sé jafn miklu líkur á að vinna meistaratitilinn. Mér finnst líklega Aston Villa að fara áfram úr 8 úrslitum heldur en Arsenal. Prívat og persónulega, út af Unai Emery, út af þekkingunni. Já. Púla aðeins upp stuðlarnir er það sem að gefa svona heildræna mynd. Já, einmitt, Arsenal favorites, takk. Favorites í hverju, segir þú? Sérðu uppi? Já. Heima, já. Já, heima, já, ekki Emíun sjálfu. Nei, heima, ef ekki að byrja á heimaleiknum, er það í lagi því? Það er bara fyrir áleikur. Já. Smelt á sigur Emíus í PSG, Aston Villa. Fólk flest að hlusta á þetta í gegnum hlaðvarp. Já, ég bara veit að ég vil sjá það. Og ég bara orðin svolítið æstur. Já, 1.40 þarna. Það er við slum tippa á leikina í ensku deildinni. Áður en að því kemur þá ætlum við að fjalla svona betur það eftir helgi. En Kevin De Bruyne hefur tilkynnt það að þetta er síðasta tímabili hans með Manchester City. Hann fer í bækurnar sem einn allra besti leikmaður ensku deildarinnar frá upphafi. Klárlega topp 10 leikmaður. 100%. Og ég er með lið fyrir hann. Inter Miami. Já, ég held að þetta sé, hann upplifir sig á ofgóðu leveli til þess að fara þangað held ég. Nei. Ég held að fara til Saudi. Ég held að ef Messi upplifir sig ekki ofgóðu leveli til að fara í MLS, þá held ég að Kevin De Bruyne gera það ekkert sko. Ég held að geta líka farið í nýja projekti, Santiago FC, ég held að það sé ágætis projekt. Þetta var bara... Put some ice on that burn. Þetta var bara mitt faglega mat. Já. Ég veit ekki. Kevin De Bruyne hefur ekki verið góður í ár og hann hefur farið mjög hratt niður á við, bara sorry. En hann er frábær leikmaður og eitt svo besti. Við hvað þetta sé sorry, mig eða? Nei, bara maður situr stuðmenn, Sigga Helga og Gunnar. Þeir eru með spjöld frá Mats. The football before the football leaves you. Já, fá vitni Jamie Carragher. How powerful. Tippum á þetta saman Everton Arsenal. Við ætlum að leifa Kela að byrja. X, 1-1. 1-1, vá ég sagði X 1-1. Og byrjum þetta aftur því ég ætla að gera mím úr þessu. X 1-1. Nei, byrjaðu, ég ætla að byrja på nýtt. Everton Arsenal. Ekki mím. X 1-1. Veitu hvað, já, maður þarf ekki að segja táknið það. Nei, hann sagði líka 1-1, ok. Gunni. 1-3, meir í nómetrinu. Góður. Crystal Palace Brighton. Byrju, er hann ekki búinn að skora einhvers slata? Crystal Palace Brighton 1-2. 1-2, ok. Gunni. 2-0 Crystal Palace. Ipswich Wolves. 0-2. 1-1. West Ham Bournemouth. Ég ætla að fara í 1-1 hana. Bournemouth er búin að slakna rosalega hratt. 2-1, þetta er heima. Aston Villa Nottingham Forest, Kili. Ég ætla að segja 1-1. 3-3. Já, þeir báðir áhugir 0-kortin ykkar. Brentford, Chelsea, Ég veit alveg Kili. hvað ég ætla að nota það. Ég ætla að nota það hér. Ok. Já, nei, Chelsea vinnur þannig. 1-3. Fulham, Liverpool. 1-3. 2-1 Fulham. Tottenham, Southampton. Southampton verður loksins stórsigur á Southampton. Nei, Tottenham, 3-0. Gunni, Pljóður. 3-1 Tottenham. Manchester United, Manchester City, Kili. 1-2. 1-2. Þetta er unpredictable leikur. Ég ætla að I play my card. Það er áhugir 0. Þetta er unpredictable leikur. Leicester, Newcastle. Þetta er 0-3. 1-2. Ég held að Leicester hafa ekki skorað á heimavelli í háa herrans tíð. Býtu, þú er aldrei tippa á Liverpool vinnuleik, það er eitthvað? Ég? Jú, bara mér finnst það einhvern veginn. alltaf. Bara alltaf, já, bara alltaf. Ég verður svona svakalega Ertu ekki að reyna að nappa mig þarna? Fulham á heima er bara... Það er erfiður leikur, Það er bara mjög erfið skeppna, að eiga við. Já. Það held ég Einar Á eru vinnarar í... Einar Á eru vinnarar í byggingabransan. Allt lím, allir dúkar, já og Wonder Vibes fást hjá Einar Á því að þín tækifæri er Einar Á hvatning til að gera betur, elstur og bestir í þessum bransa, já Vasaljós líka.
til að sjá hvað þú átt að gera. Vinnuljós mikilvægt líka. Það drengir, hver eru vinnarar í þessari viku? Kjartan Atli Kjartansson ég ætla að segja hann, klálega. Aðrir. Já, þið með einhver aðra vinnara svona í handraðanum? Hver unnu þessa viku fyrir ykkur? Ég verður ekki að segja Steve Bunting fyrir að hafa unnið Premier League í gær. Jú. Bunting með frábært, svo ætla ég að velja Scottie Scheffler líka, hann var svo flottan matseðil fyrir Masters í næstu viku. Hér að kenna, hörku sigurðum. Masters bara að byrja. Já. Alveg klálega. Ég ætla að velja þann sem að skrifa þessa sketsa fyrir bestuðöldi. Ég bara veit ekki hvað það Men, þetta ykkur mjög gott. Og Keli fer á kostum. Já, ég veit hvað það er Orri Eiríks blóttið þarna Björn Þór. Já. Ég að skrifa þetta saman. Held ég. Já, ég meina tíðindalítil vika svo sem tíðindalítil vika segir hann. Já, það er svona, þú veist, þetta var allt þetta í bókinni, ég ætlaði að finna einhver í körfunni, handbolturinn ekki byrjaði, fótbolturinn ennski, þetta var svona eiginlega bæða búk. Búkaði og Saka drauma endurkoman. Já, heldur betur. Þetta kom með blurinn. Þetta var það. Já. Það var algjör drauma endur koma hjá honum. Marcus Rashford þetta, glemdum honum ykkurni. Glemdum honum. Skoraði 3 mörk. Daniel Malen. Var ekki leikurinn sundaginn? Jú. Já, vikan byrjar alltaf sunnudegi mér. Sama hér. Hann í gerður. Lúserar í þessu viku. Eða einhverja í boltanum. Já, bara þú veist, allt í United heild sinni. Og einhvern veginn frammerar þeirra fyrir að þú veist, hvað Harry Maguire fer inn á það í einhverja nokkra mínútur og hann betri en allir frammerarnir í liðinu. Svona disruptor. Já, algjörlega. Einhverju lúseraði þessari viku Gunnar Birgisson? Ekki svona að sjá. Nærðu ykkur liðið körfubolta? Já. Nei, Jó, það er bara 1-0 en við getum alveg lúsera og við Njarðvíkingar heldur harðir, sko, mátt alveg kalla okkur lúsera. Hvað gaur var þetta sem klikkaði á þristinum í Grindavík þarna? Það var Daniel Mortensen, það er lúser líka. Því að þetta var frábært skot og hann er mjög góður í svona þristum. Þetta er mest easy þristur sem að bombar á hverju kvöldi, sko. Algjörlega, og þarna hefur getið stólið. Já. Nei, þið eru ekki með neina. Nei. Þið sjáu bara hefur góða. Já, ég sé bara hefur góða. Ég sé hérna Helena Hafþórsdóttir vann Ungfrú Ísland. Helena Hafþórsdóttir O'Connor. Já, O'Connor. Þannig að hún fer í vinnaraflokkin hjá mér. Glæsileg Árbæjar mei. Kemur úr þessu öfluga því að þú veist, þegar ég var yngri, þá var alltaf þetta myth að þær hugulegustu væri í Árbænum. Og þá var alltaf Árbæjar lögin og var svona mekka, ákveðið mekka. Það var svona kallaði mekka. Hún var Viðey á borðanum. Ungfrú Viðey. Stutt í Viðey frá Árbænum. En hún var líka, þú veist, hún tekur þrennuna þetta kvöldu því að hún er líka Mark in Bain stúlkan og Mack stúlkan. Veistu hvað, það þarf að færa þetta aftur upp á hæsta plan. Þetta myndi fá svo bilað ratings í TV ef að stöð 1 og stöð 2 var ekki svona vók og svona. Það myndi bara segja, heyrðu, áttum okkur á þessu rating sem þetta er að fara að fá. Fáum Herra Ísland. Það horfðu allir á þetta í Kanada. Fáum Herra Ísland líka. Þetta er bara miklu meiri hefð fyrir þess að Herra Ísland hefur alltaf bara verið svona frekar svona, Já, það er svona meira komedi. Þetta er bara alvöru, þú veist, þetta er titill sem búið að vera til á Íslandi í tæp 100 ár. Já, ég verði til í Herra Ísland líka. Eða, kannski. Það er bara svo lítið keppni hliðan Ungfrú Ísland. Það er 20.000 stærra að vera Ungfrú Ísland en Herra Ísland. Nobody gives a shit. Já, við erum nú með nokkra. Já, allt glæsilegi menn og allt það. En þetta er svo miklu, miklu stærra. Við skulum fara í neyða já. Já, við förum í neyða já með Æsver. Það sem prísinn er fer og ég fer í Æsver, saman hvort þessi við Kringlunni eða Smáralindi eða niður í bæ. Það liggja nóg af spurningum fyrir drengina. Já, vinna Manchester United Evrópudeildina og halda uppi heiðri englendinga í Evrópu. Ég hallast að Bilbao. Ég ætla að segja já. Ég segi nei. Ég ætla að segja já. Það var lagalegt. Haffi Átna, eru Þórsarar the dark horse í lengjudeildinni í ár? Ég veit nú ekki alveg hvernig þeir ætti að vera dark horse. Með peningana? Já, ég met þá bara með eitt sterkasta liðið í deildinni. Já, ég heldur sé ekkert eitthvað dark horse típa. Þeir getur bara, eða þú veist, farið upp í toppborðinu þá bara vel gert, sko. Það er ekkert meira það, ekkert dark horse dæmi, sko. Þeir sóttu Íbrahima Balde sem að mér fannst vera einn besta sexan í bestu deildinni. Sóttu Hafsend sem var í Bati Borisov og þarna. Hannes Friðbjarnarsson segir Gunni og Keli eru tifandi tímasprengja. Já, sammála. Já er rétt svar við því.
Gætu Víkingar verið svolítið hægir fram á við í sumar eftir að Ari, Daniel og Gísli voru ekki seldir daginn? Þeir eru með snögga leikmenn í Valdimar, þeir eru með Erling Agnarsson. Ég held að Stígur Dillian átti ég ekki síðan, ég hef heyrt hann sér svolítið fljótur, sko. En hann hefur bara svo lítið spil. Já, það er þetta máli. Það verður erfitt, þeir þurfa væntanlega að breyta eitthvað til í pressu hjá sér því að þeir eru þá að pressa með þú veist, hvað þetta þá, Nikolai, þetta Gylfi. Höldum okkur við nei eða já. Verður Káa í fallbaráttu? Já. Staðan núna, já. Ég ætla að segja nei. Nei. Af því að ég held að einstaklingsskeiðin þeir eru líklega með mest þar í Viðari, Hallgrími, Ívar Erni. Já. Og svo hefur markmanninu góð. Væri þið til að vera á ásatíð Samherja í Sopot sem glæsilegt resort í Pólandi? Ég held sem mikil gleði í gangi þar. Býtu, þetta hjá Sandvali eða? Sopot allavega svona sumarleyfisstaður Pólverja. Ég veit ekkert, þannig fólk sem búið að vinna bara allan ásins hringa einhvern veginn að mæta og ég veit ekki hvort ég ætti heima hana. Ég mun aldrei segja nei við utanlandsferð. Hvað það ásatíðarferð? Já. Má ég sjá, landsbyggðarlið Snæfells að fara að henda út milljónarliði Hamars úr leik í play-offs í Ég bara þekkið ekki nú. Þetta er mjög spennandi. Nei, ég held ekki. Þetta er mjög spennandi. 1-1 eða? Nei, ekki Snæfells ekki bara búinn. Blikar allavega einu sem ég veit að Blikar eru 2-0 yfir á móti Sindra, nema að vera leikur í gær. Ok, þá líklega 1-1. Býtum við, sjá. Ég ætla bara að vera með þetta alltaf hreinu hérna. Ég hélt að vera 1-0. Já, það er 1-1. Það er 1-1. Hamar vann fyrst og svo var Snæfell heimaleikinn og það leikur á vinna Hamar þeir eru með hörkulið á morgun Rakanat og Björn Áskei ég held að Hamar vinna þetta en það er gaman að Snæfell sé hins vegar svona að komast aftur. Herri, Jónas Bjartman spyr, mun Keli styðja Stjörnuna í komandi einvígi gegn Tindastól en þeir eru ekkert að fara að mæta Tindastól ef Álftanes fer áfram þá það Tindastól Álftanes lítur að vera. Já, það er rétt svo að þetta meikar engan sens en það er svo lítið búið þetta geta alveg endað hann ekki ég myndi styðja Stólana sko. Gunni, Hapatalaðin 2? Nei, alls ekki hún 14. Shit is burn, why you burn so good man. Hvað? Ægur hérna með burnaði með þetta 2 annarsætti. LOL segiru notaður 2 játni eitthvað út í Marokko? Ég á ekki 2 játn ég á bara 23 gráður ég veit ekki hvort það tellir sem 2 játn nei, ég á 23 gráður svona dræfingar sem að ég nota stundum þegar ég þarf að koma mér úr mestu vandræðunum. Gætu Keflvíkingar shock the world og slegið Tindastól út? Nei, þeir hefði þurft að vinna fyrsta leikinn. Það er svona komið stressfaktor í Stólana en það er ekki. Ætti að stjörnumerkja þennan Premier League titil þetta árið ef Liverpool vinnur hann vegna meðsla Rodri og Saka? Ég veit að þú munt einhvern veginn finna eitthvað leið ég held að þú skýrir þetta var titilinn til dæmis ég held að það verði eitthvað comedy hjá þér næsta ár þetta er Hilmar Ægir sem spyrir og meðan þið United menn dúsið í 10. sæti 13. reyndar Skulum henda okkur yfir í El Grande með kemi.is Drengir, ég ætla að hafa þetta styttri El Grande núna en oft áður og kemi.is þeir eru auðvitað nýbúin að ljúka af þessum frábæru glussadugum sem að voru í síðustu viku Hemmi og lærisveinar hans með frábæra glussadaga Drengir, það er auðvitað styttið þína landsleik kvennamegin og Steini Haldós auðvitað að tala um að vera í skandallmætingin maður verður alltaf pínu stressaður fyrir þessa leiki af því að þjálfarinn er alltaf skamma minn Ég held að þetta svona guilt-trip virki ekki Nei, Freysi gerir þetta mikið maður var alltaf hálf kvíðinn fyrir leikina ég hringdi alltaf í hann sagði bara, ég er ekki í pössun sko Nei, þetta er náttúrulega vist það er þessi á Þróttaravelli auðvitað á þetta fyllast upp á núleitni, það er ekki það Ég segi bara Ísland landsleikur allir velkomnir, öll velkomin farið aðra leiðir og talið markastjórnu okkur og bara reynið að pumpitu frekar eitthvað svona dæmi sko. Mjög áhugaverður leikur eftir 16:45 á RÚV við munum sjá þarna hvernig íslenska liðið á eftir að reiða sig á Glóðsar Perlu sem hefur verið okkar langbesti leikmaður heldur betur ég ætla svolítið að tileinka dömunum Takk. Þennan El Grande lið sem hafa orðið Íslandsmeistarar í kvennaflokki og Kili, þú byrjar. Ég byrja bara mínum konum Breiðablik. Valur. Þórkáa. Stjarnan. Ía.
F.O. Já. Nei, ég ætla ekki. Liðin sem eru komin Breiðablik, Valur, Þór, Stjarnan, Ía, F.O. Við ætlum að setja 7 sekúndur á Kelan. Ármann. Ármann hárrétt. KR. KR hárrétt. Ég var að reyna að finna eitthvað liðat sem eftir KR. Og ég held að þetta sé svona bara að vinningu við ykkur 2. Ég fæ sigurinn fyrir Ármann. Nei, ég fær engan sigur fyrir það. Ég margótt búin að tyggja á síðan. Þetta ekki komið. Þetta komið. Þetta liðin sem ára Íslandsmeistarar. Vel gert. Við kláruðum vel grandir. Það var 8 lið unnið þetta og þetta segir hversu vel þið eru aðgur í kvennabóltanum. Ég ætlaði unnu í IBK þetta aldrei. Olgu Ferseth, þær vunnu fyrstu deildina þetta. Há skora hún eitthvað 50 mörk eða eitthvað. Það framaldri verið. Það var í byrjun, voru það góðar. Undast þið þeim einmitt. Keflavík fór eins og í bikarúrslit og þá var spilað á Varmá. Þú sagðir okkur F.O. í vikunni, það ekki? Jú, fyrstu Íslandsmeistarar. Ía voru þarna, er þetta ekki Magga Ágáðær? Munu? Já, þetta náttúrulega Steindór og Steinsdóttir og Jóna Víglunds. Svo mætti Helena Ólafs þarna, kíkti þarna við, setti nokkuð mörk og drullaði sér í burtu. Hún málmasjúk. Já, heldur betur. Já, þetta var glæsileg framistæði hjá okkur. Að geta öll 8 liðin, það er ekki laust að maður bara fyllist stolti af ykkur 2. Er eitthvað nýja fréttir fyrir árunda brestur allt saman á Breiðablik spáð, eðlilega titlinum hjá fótbolta.net. Já, með við það sem að líka að bæta vissi og líka að missa á svona. En það sem að má kannski líka alveg, þú veist, rósa blikunum fyrir að það þurfti að yngja þennan hóp, alveg klálega. Þeir voru komin með meðalaldur norðan við 30 í fyrra. Heldur betur. Og er að fá inn núna, þú veist, Óla Val, Valgeir, Gabriel Snær Hallsson byrjar í Meistarana, fæddur 2007. Heldur betur. Þannig áhugavert. Við viljum unga leikmenn. Dogsson, 10 mínútur í 2 á morgun. Sjáumst þá eru allir þeir sem hér sitja verða þar. Og það er á YouTube. Kili fær reyndar ekki vera með. Ég er upptekinn. Ég mæti að viku, eftir viku. Eigum að fara beint hérðan á leikinn? Já, við löpum hér í smá hallaróu.